Ok, til þess að hnýta þetta saman, þá ætlum við að taka dæmi sem við vorum í raun að vinna með í seinustu viku og ætlum bara að skoða þessa tínilausnina á því dæmi sem var þá búið að búa til eitthvað svona viðmót utan það. Þannig alveg eins og það dæmi sem þeir eru að vinna í núna með eitthvað svona skrítið viðmót, þar að segja við þurfum að fara eitthvað að opna eitthvað konsól og skrifa play og gera eitthvað svona sem skrítið. Það væri miklu skemmtilega að þetta væri forrit sem að væri eins og eitthvað forrit, einhver leikur sem að actually með eitthvað sem að gerir eitthvað. Og það getum við gert með því að búa til eitthvað viðmót, búa til eitthvað forrit sem að í raun utanum þessa lógík. Þegar við erum bara búin að búa til lógíkina, við erum með leikinn, við erum með það sem kann að spila leikinn svona einhverju leyti, en við viljum geta gert eitthvað þegar þetta sé næs. Þannig að þá þetta eins og við erum með hérna, við erum með bara browser sync sem að keyra þetta, þannig við getum bara verið að fikta fram og tilbaka í þessu. Við erum með eitthvað hérna sem að keyra þetta, þannig við getum verið með svona build skref sem að sendir þá HTML og JavaScript-skrárnar í þessa build möppu sem við getum þá notað eins og Netlify, eins og við rættum aðeins í seinasta tíma. Síðan erum við með eitthvað index HTML hérna, þar sem við erum með eitthvað HTML, þar sem alveg eins og, alveg eins og við vorum með erum með í verkefni 8 núna, þar sem gefið einhvern grunnur að svona viðmóti og gefið einhver grunnur að einhverjum stílum og síðan í raun verkefni þarna að útfæra leikinn út frá þessu viðmóti. Þannig að þá sjáum við hérna að við erum að vísa í JavaScript skrárna okkar og við byrjum bara á því að taka þetta út og vista og keyra hérna, nei, ég ætla ekki að gera þetta, ég ætla að gera svona, nei, ég ætla að gera svona, keyrum þetta upp, að þá fáum við eitthvað hérna. Þannig að þarna eins og við kannski munum frá því sensta tíma, þarna var verkefnið að búa til skæriblað state-leik og hérna á ég geta eitthvað að byrja leik og þá smelli hérna, þá á ég að spyrja, hei, hvað ættu að spila margar umferðir og svo á ég að giska og tölvan giskar eitthvað á móti og ég reyna að vinna tölvuna. Ok, en hérna í raun bara með, svona. En það sem gefið hérna í raun, það er einhver önnur svona skjáir. Þannig ef við tek þetta hidden sem nú einhverju hluta vegna oft hérna. Skilum ekki alveg hvað í gangi hér. Sjá, þetta bara svona. Og þá hérna best af hve mörgum leikjum, þá það annar skjár. Hvað setur þú út, þá það eitthvað af þessu og svo kemur hérna þessi umferð eða hérna 12 sigrar. Þannig þetta eru svona skjáirnir sem við erum að fara að birta. Birtum bara einn af þeim í einu, en þeir eru allir þarna í byrjun. Ok, þannig þá höfum við bara þennan byrja leik skjá til þess að byrja með. Ef við bætum síðan aftur við þá bara forrits kóðanum og sjáum hvað gerist, að hvað það fyrsta sem ég þarf að gera til þess að geta brugðist við og gert eitthvað til þess að spila leik. Muni, það dommið og eventar. Já, en hvernig veit ég hvað byrja leik? Já, þannig að byrjaði að finna þetta element. Já, hver selektor, eitthvað og síðan event handler sem að byrja leikinn. Þannig að þá það mitt hérna, þá þurfum við einhvern veginn að finna þennan takka. Þá hann hérna eitthvað hér og þá erum við einhvers staðar hérna, við minkum þetta aðeins hérna, að þá erum við með hérna, button next round, nei, hvað heitir hann? Hann heitir start, hérna, takki sem byrja leik. En það document, búið query selector, finnur takkan, add event listener, klikk, þá viljum við sýna einhvern skjá sem á að heita rounds. Ok, þannig ég ít á hann og þá sé ég þennan hérna skjá
Nú sýni ég bara einn í einu. Og það sem að gerist þá er í rauninni þetta sjófall hérna. Það er í einhverju öðru skjali hér sem heitir UI, sem er þá að hugsa svona, þetta er UI-ið, user interface-ið. Hérna erum við að svona, þetta er super einfalda með við svona hvernig við myndum búa til svona leik, en þetta er svona bara þess að sýna ykkur hvernig þetta skiptir sig upp. Að hérna ætlum við að sýna einhvern ákveðin part af leiknum. Þannig að þegar við segjum sýndi með rounds, þá byrjum við að fela alla hina gluggana, setjum svo þetta hidden á og finnum síðan það sem við verðum að biðja og fjarlægjum hidden. Þannig að þá getum við inspektað hérna og þá sjáum við að undir þessu game þá er start sem var áðan sem var ekki með hidden, það er núna komið með hidden, en rounds er ekki núna með hidden. Ok? Hvað er það næsta skref hér? Finna þessa taka og bæta einhverju sem að meðhandlar við þá. Þannig að þá er það eitthvað hérna, create buttons. Þá tekur það einn sem sagt, hvað er hæsta, best of sem við getum farið í og hvaða round er og það er þá eitthvað fall hérna. Þá getum við farið inn í þennan hérna, þetta fall. Og þetta fall býr það bara til hámarks takka með einhverjum on-click sem við settum síðan á hvern einasta takka. Þá notum við sem sagt for-likju hérna til þess að búa til takka sem eru í raun löglegir sem þetta best of, af því að við segjum að það má bara vera 8-tala, þannig ef að gildi er 8-tala, þannig að við fyrir í 1, já það er ekki valið, þá höldum við áfram, 2, það er ekki valið, höldum við áfram, 3, það er valið, ok, þá búum við til takka sem að inniheldur, sem er takki, sem er með 3 to string, þannig að það verður bara inn í honum 3, þegar ég íta á hann, þá kemur klikk, ég bæti síðan við hann hérna upplýsingum með dataset og ég bæti honum ég bæti hérna CSS klassanum, button við hann og ég bæti honum síðan hérna við rounds buttons og það er í raun bara þetta element sem heldur utan takkana. Þannig að þá ef við inspektum þetta, þá fáum við hérna 9 takka, þar sem hver takki er með þetta data num 1, 3, 5, 7, 9 með class button og ef ég smetla á hann, þá gerist eitthvað. Jú, einn er náttúrulega í lagi hérna. En ok, núna út af því að ég er ekki búinn að segja að það sé eitthvað fast eitthvað hérna, heldur er þetta bara í einhverju fasta sem ég er með hérna. Þannig ég get sagt bara hérna, ég vil hafa max best of 20. Ok, og nú byrja ég leikinn og þá fæ ég allt í einu miklu fleiri hérna. Þannig þannig er ég búinn að hugsa þetta þannig að ég get breytt þessu, hvað ég vil setja margarn inn og forritið mitt breytist bara við að breyta einni breytu. Og þetta er svona ákveðin pælingi þegar maður er að skrifa hugbúnað, að taka við inntaki sem síðan skilgreinir hvað á að koma í úttakinu. Það er að segja, hvað vil ég marga? Ég sendi 20 og ég smíða síðan forrit sem að tekur bara við breytilegri tölu og birtir eitthvað ákveðið annað. Því ég gæti líka hafa bara gert, í staðan fyrir að vera með forlikju hérna, bara copy-pasta þetta hérna 10 sinnum, eða 9 sinnum, eða 3 svar, eða eitthvað. En út af því að ég sé að þetta er ákveðið pattern sem ég er að endurtaka, þá bý ég til abstraction yfir það pattern sem er þetta hérna. Búa til forlikju sem býr til takkana eins marga og ég þarf. Ok. Og þá fer hérna on-click á hvern takka fyrir sig, sem er þessi round hérna. Það sem gerist þá er í raun að við fáum eventinn, út úr eventnum fáum við eitthvað target og targetið er þá takkin sem ég smelt á, 1, 3, 5 eða eitthvað. Ég tek út úr honum, nú með hvað ertu takki, ég breyti í tölu og þá veit ég hvað ég er að fara að spila margar umferðir. Út frá því að taka þessa tölu sem við sjáum hérna, 3, 5, 7 eða 9, þannig hérna ég íta 3 og þá veit ég að ég ætla að spila 3 umferðir. Ok? Þá breyttist síðan eitthvað aftur, af því að þá sýndi ég aftur síðan play og þá er play þessi gluggi sem að leyfir okkur að spila leikinn. Og þá erum við búin að segja hérna, fyrir þessa 3 takka, skæri, blað, steinn, þá erum við búin að segja, ef ég klikka á skæri, þá spila ég út 1, ef ég íti á pappír,
blað, þá spila ég 2 og annars 3 og play round er þá í raun þessi logík sem segir, ok, hvað ætla tölvun að spila, hvernig fór leikurinn, ef að þetta check game skilar 1 þá vann ég, spilarinn, ef að ég fæ út -1 þá vann tölvan, annars var í raun jafntefli og þá þurfum við að spila aftur og síðan þurfum við að uppfæra einhvern glugga sem er þá með þessum niðurstöðum og þá segjum við í raun hérna er einhver object sem er objectin sem við erum að geyma alla stöðun og forritun okkar í. Við segjum spilarinn er það sem ég spilaði út, hvað er spilarinn búinn að vinna oft, hvað er tölvan búinn að vinna oft, hvað er búið að spila margar, hvað er núverandi og allt þetta fer í þetta fall hérna sem að er reyndar annars staðar sem er hérna sem bara uppfærir gluggan sem er hérna til hliðar. Þannig núna setjum ég út skæri, þú settir út skæri, tölva settir út blað, þú sigrar, staðan er 1-0, næsta umferð, skæri, ok, jafntefli, næsta umferð, skæri, ok, þú sigrar, staðan er 2-0 og ég vann, af því að leikurinn var 3 umferðir, þannig að hverfurinn undan að vinna 2 og þá skráði ég hérna upplýsingar þetta, ok, og núna í raun, eftir að leikurinn kláraðist, sem við vorum með hérna, að þá segjum við, ef hann er búinn, þá felum við klára leik og sýnum, þá fjarlægjum við og sýnum finish og felum næsta umferð og síðan sýnum við niðurstöðuskjáinn. Og þá er niðurstöðuskjárinn það sem var hérna og ég ýtti áfram á. Nú get ég gert aftur, skæri, þetta er niðurstöðuskjárinn, næsti leikur. Ok, hérna, blað, þú setur blað, þú sigrar, þá safna ég þessu saman hérna, næsti leikur, þú vannst. Þannig hérna hægt og rólega safna ég saman öllum leikjunum sem ég spilaði. Ég get haldið áfram, ég er bara með því að breyta stöðuna. Þannig að þetta er aðeins flóknara en við erum að gera í verkefninu núna. Ok, en fylgir samt svipuðu konsepti. Þannig að það er aðeins minna svona gefið af einhverju svona scaffolding sem að, er búið að setja upp, en í verkefninu 8 er samt búið að gefa upp alla stílana, þar sem þið þurfið aðeins að aðlaga það að leiknum. Einhverjar spurningar?